Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Við ætlum við ræddum hérna í gær í þættinum Synir Egils Epsteinskjölin, hvet ykkur til þess að finna það spjall ef þið hafið mistað því. Við ætlum að halda aðeins áfram að ræða áhrifin af Epsteinskjölunum og fara til Bretlands þar sem áhrifin hafa verið mikil. Það að falla undan Keir Starmer, forsætisráðherra, út af upplýsingum sem að birtust í Epsteinskjölunum. Og á línunni hjá okkur fréttaritari okkar í London, Guðmundur Auðunsson. Velkomin. Já, sæll. Takk. Þetta mikið mál í Bretlandi. Ég ætla aðeins að byrja á einu, hvernig eigi að meta þennan skandal, því að ég held að það hafi verið Nigel Farage sem sagði að þetta væri stærsti skandal í heila öld. Kanntu eitthvað að meta það hversu stór þessi skandal sem að er að ganga yfir bresk stjórnmál sem eru náttúrulega mjög skandala vön? Jú, það verður kannski, þið ræddu nú auðvitað í gær Epsteinskjölin, en eins og komið hefur fram það að það Epstein sem var milljarðamæringur, bandarískur dollaramilljarðamæringur, var með svona prívat eyju þar sem hann stundaði bara human trafficking eða mansal á ungum konum, mörgum, flestum eiginlega undir lögaldri og allt niður í 10 til 14 ára gamlum, og þetta voru þetta skelfilegt mál. Og það sem var athyglisvert var það að Epstein þessi, að hann var búinn að byggja sér upp alveg rosalegt net af fólki, og hann sóttist eftir að vera í sambandi við sem flest fólk. Ekki bara fólk sem að nýtti sér þessar stúlkur sem hann hafði dregið að sér og var að stundaði mansal á í raun og veru. Ekki bara þeir sem hafðu áhuga á slíkum barnaníði, heldur líka fólk sem var valdamikið í samfélagunum. Og hann gerði mikið upp úr því að safna í kringu sig hirð af fólki og nýtti meðal annars fjármagn sitt mikið í það. Og þannig að það voru ekki allir af þeim sem hafa verið bendlað við þennan skandal sem voru beint að stunda barnaníð, þó að það sé mjög óvenjulegt ef að þeir hafi ekki allavega vitað af því þegar þeir voru í samskiptum við Epstein. Og það sem að ég held að sé grundvallaratriði til þess að skilja þennan skandal, að þetta svona, þetta minnir, ég veit ekki hvar maður á að taka líkingu, þetta minnir svolítið á þegar Róm var að brenna, og úrkynjun yfirstéttarinnar og orðið svo gegndarlaus, og líka þessi hugmynd að þau séu ósnertanleg, vegna þess að það vissu allir í lengri tíma. Epstein var allavega viðliðin mjög vafasama hluti áður en að hann var dæmdur fyrir mansal árið 2008. Og þetta ártal svolítið mikilvægt vegna þess að 2008 að þessi skandalar sem hafa verið að skekja Bretland, að allir þeir sem hafa flækst inn í þessa skandali í Bretlandi voru í miklum samskiptum við Epstein eftir að hann hafði sloppið úr fangelsi, sem hann eitt ekki nema stuttum tíma þá með því að gera díl við saksóknara, var þá rétt rúmlega ár í fangelsi, einhverju svona eins og þeir kalla í Bandaríkjunum bara svona hálf opið fangelsi, þannig að hann slapp mjög vel og hann hélt bara áfram. Eftir að hann slapp úr fangelsinu og hélt bara áfram á orðinu hlut, og ef eitthvað var þá sett hann meira fútt í það að byggja sér upp politics tengsl. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt vegna þess að
fólk sem hafði heimsótt og verið í samskiptum við Epstein voru ekki bara, sko, það var næstu who's who í stjórnmálum og viðskiptum út allan heim og sérstaklega aðrir milljarðamæringar. Ég held að þetta svolítið mikilvægt þó að þetta hafi komið allt fram og við þetta sé ekki akkurat það sem við erum að fara að tala núna. En núna, eiginlega fyrsta fórnarlamb þessa tengsla við Epstein var í Bretlandi, svona stóra nafnið, var fyrrverandi prins, það búið að taka af honum titilinn, Andrew, sem bróðir konungsins. Og hann var í mjög miklum samskiptum við Epstein og var fastagestur í kynlífsvallinu, ef að kalla skildi, eða barnanísvallinu á þessum eyju Epstein og hafði meðal annars borgað stóra fjárhæðir til þess að ná sáttum áður en í svona prívat lögsókn gegn sér af konu sem hafði lent í klónum á honum. Og það sem athyglisvert það að þessi kona þurfti að fara í prívat lögsókn gegn Andrew, Mountbatten Windsor eins og hann þekktur núna, að hún þurfti að fara í það vegna þess að ákæruvaldið hefur ekki kært neinn fyrir utan konu Epstein sjálfan og konu hans, Ghislaine Maxwell, þá þau einu sem hafa verið ákærið í þessum hneykslismálum. Þannig að þetta sýnir í raun og veru að Epstein hafði rétt fyrir sér og rangt fyrir sér, að hann taldi að hann væri valda elíta heimsins, ólígarkarnir sem hann hafði safnað í kringum sig, væri ósnertanlegir. Það var rétt að því leyti að allir sem hann hafði safnað í kringum sig virðast vera ósnertanlegir þó að hann hef ekki sloppið sjálfur. Og þetta svona bakgrunnurinn, en núna með seinustu birtingum á skjölum, tengdum Epstein málum, þá hefur komið ýmislegt í ljós sem að menn vissu að hluta fyrr, en þessi svona staðreyndirnar hafa komið miklu meira upp á yfirborðið og það meðal annars það sem mest umfjallaður núna er Peter Mandelson, sem svolítið þekkt New Labour fígúra. Þannig að þegar við erum að tala þessi stærsti skandall sem að hefur verið að skaka bresk stjórnmál, það áða náttúrulega við Epstein málið sjálft sem líka stærsti skandall á heimsvísu af svona þessu tagi. En það sem að ángin sem að eiginlega að grafa undan Keir Starmer Theodor Mandelson og það að hann Starmer hafi skipað hann sem sendiherra í Bandaríkjunum, vitandi af tengslum hans við Epstein. Já. Og hann hefur eiginlega viðurkennt það, hann hafi vitað. Þannig hann taldi það að þó að hann tengdist þessum málum, hann var kannski ekki hægt að saka hann fyrir að hafa verið að misnota unga stúlkur, Mandelson, ég held að enginn sé. Nei, hann hommi, yfirlýstur hommi. Og ég held að ekki verið mikið að drengir hafi verið á þessum eigum, þetta voru aðalega stúlkubörn. Og eiginmaður Mandelson fékk greiðslur frá Epstein og svona, þannig að hann tengdist inn í þetta. Og Starmer vissi það. Og vissi svo sem allt Epstein-málið, kannski ekki allt sem hefur komið fram núna, en svona umfangs þess einhver leyti, en taldi það að það væri ekki þeir annmarkar á Mandelson að það væri allt í lagi að skipa hann, sem náttúrulega einhver leyti svona afstaða sem að ýtti undir það að Epstein gat farið svona langt eins og hann gerði, með því að í kringum hópinn sem að misnota stúlkur eru aðrir sem að horfa í gegnum fingur sér við að aðrir séu að gera það. Það er alveg ljóst að hann vissi af tengslum Epstein og Mandelson. Mandelson hafði, en þegar hann gerði hana ráðherra, sendiherra í Washington. Það er alveg ljóst. Það sem að hann segir núna er það að þegar að hann hefði haft samskipti við Mandelson, að Mandelson hafi ekki sagt honum satt og hann hefði ekki vita hversu djúp þessi tengsl voru, sem mjög erfitt að sjá vegna þess að það búið verið að ræða þessi tengsl við Epstein
milli Mandelson og Epstein alveg frá allavega hátt í 10 ár. Það sem að verður að hafa í huga samt varðandi Peter Mandelson að hann talinn ómissandi af hægrimönnum innan verkamannaflokksins og að þegar að þeir leitað einhverjum svona reddara. Hann hefur notað mikið að berja á vinstrimönnum innan flokksins og Morgan McSweeney sem var menn segja hafi verið heilinn bak við Starmer og hefur stundað lengi ofsóknir gegn vinstrimönnum innan flokksins. Hann hefur Mandelson svona guðfaðir hans í þessum árásum og hreinsunum á vinstrimönnum innan verkamannaflokksins og hann hefur verið hugsaður sem svona reddari og það virðist sem að þeir hafa gersamlega horft í gegnum fingur sér við þessi tengsl vegna þess að þeir hafa ekki talið þau skipta það miklu máli vegna þess að þeir vissu það að Mandelson sjálfur hefði ekki verið innviklaður inn í þessi barnaníðsmál þó hann hefði verið mikil samskipti og vinskap við Epstein vegna þess að það var ekki bara samskipti heldur bjó hann reglulega hjá Epstein, sérstaklega í New York borg, þar sem hann var með stóra íbúð Epstein, Mandelson þegar hann var í Bandaríkjunum og það var ýmislegt á seiði, það eru myndskeið sem að hafa komið fram meðal annars að hafa líklega farið sjokkeramenn það þar sem að hann staddur hjá Epstein og þar hópur af ungum konum, barnungum konum á svæðinu, þannig að það alveg ljóst að Mandelson hefur allavega vita að það var eitthvað skrítið á seiði. En Mandelson var kallað svarti prinsinn og hefur ekki farið í gegnum margar mörgu sinnum þurft að segja af sér og því má segja að þetta hafi verið furðulega ákvörðun að setja hann sem sendiherra í Bandaríkjunum. Sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum mjög hátt sett staða innan bresks stjórnkerfis. Það má ekki vanmeta það að þetta talið til dæmis að það ætti að vera svona vetting procedure eða það að fara í gegnum bakgrunn af fólk áður eða fá þessar stöður á að vera mjög sterk. Meðal annars á leyniþjónustan að koma að því og það ætti að vera alveg ljóst að leyniþjónustan hefur vitað ansi mikið samskipti þeirra Epstein og Mandelson. Þess vegna var þetta mjög förðulega ákvörðun en þeir virðast hafa horft gegnum fingur sér og það athyglisvert þegar að Mandelson var skipaður. Þá kom hávær gagnrýni á það, aðallega frá vinstri. Hægra megin, en hægra megin voru menn eins og Nigel Farage voru að segja það að hann væri nú ekki sammála honum pólitík en hann var afbragð klár og hans treysti honum í þetta starf. Og menn voru helst að setja út af einhver samskipti sem að það var talið helst honum til tjóns þegar hann var skipaður sendiherra, það var talið honum helst til tjóns að hann hefði átt í einhverjum viðskipta eða samskiptum við Kínverja. Það var talið kannski það vafasamasta miklu frekar en Epstein og það var greinilegt að þetta þótti ekki skipta neinu máli þegar að Mandelson var skipaður sendiherra. En núna hefur Morgan McSweeney, hann hefur sagt af sér, það hafin rannsókn á leka Peter Mandelson á trúnaðarupplýsingum til Epstein. Þannig það þrengist svona að Keir Starmer. En mun hann standað af sér og ég ætla kannski að koma með eina svona auka spurningun í það því að sumuleyti hefur gengi verkamannaflokksins verið afleitt undanfarið í könnunum og öðru slíku og Keir Starmer lítur lítils traust á meðal kjósenda. Er ekki þetta ákveðið líka færi fyrir verkamannaflokkin einfaldlega að skipta út forystu? Jú, menn tala, það allavega virðist vera málana í dag að það sé spurning bara hvenær Starmer segja af sér. Ég sagði nú einhvern tímann fyrr í spjallinu okkar að ég teldi ólíklegt að hann myndi fara frá nema fyrsta lagi fyrir en eftir hugsanlegt hrun í sveitastjórnarkosningunum í Bretlandi sem í maí eins og Íslandi. En það fara að hitna svo mikið undir honum núna að þetta gæti gerst hraðar. Þó að
þó að hann hann fái stuðningsyfirlýsingar frá ráðherrum í kringu sig, það oft gengur alveg fram á það. Það þekkt að ráðherrar lýsi við stuðningi við formann mínútum áður en að þeir segja af sér, þannig að það lítið að marka það. En Morgan Sweeney sem var mjög háttsettur, skipti mjög miklu máli vegna þess að hann var eiginlega starfsmannastjóri Starmers og starfsmannastjóri hans í forsætisráðuneytinu, þá pólitísku starfsmannastjóri, ekki kerfið þetta svona kannski má segja að þetta sem líkið eins og við aðstofamenn ráðherra á Íslandi nema það ef aðstofamennirnir væru með heila skrifstofu með sér. Vegna þess að skrifstofa forsætisráðuneytisins undir Sweeney var stórt batteri. En meira á þetta pólitíska sviðinu meðan að síðan ráðuneytisstjóri sem með þetta á þessu bjúrókratiska sviði. Hann hefur sagt af sér og líka fjölmiðlafulltrúinn, þannig að það farið að hitna undir. Og menn Morgan Sweeney búinn að vera svona heilinn bakvið hann Starmer lengi. Margir segja að hann stjórnaði kosningabaráttu hans þegar hann var kosinn Verkamannaflokksins og hann var svona aðalmaðurinn í kosningabaráttu Verkamannaflokksins þar sem þeir unnu stórsigur á sáralítið fylgi vegna sérstaklega aðstæðina, voru með ekki nema 34% fylgi og fengu mörgundur sæta meirihluta á breska þinginu. En hugmyndabaráttan hans var kosningabaráttan byggði einfaldlega á því að segja ekki neitt. Við viljum bara breytingar. Þarna erum við komnir á svolítið athyglisverðu máli og ég held að það hluti af því hvers vegna farið að hitna svona undan Starmer ekki bara það þessar snarvittlausu ákvarðanir sem hann hefur tekið, pólitískar ákvarðanir og efnahagslegar ákvarðanir sem eru margar og svona það dómgreindarleysi sem hann sýndi við það að skipa Peter Mandelson sendiherra í Bandaríkjunum, heldur líka það að það var aðeins eitt sem að þeir lofuðu virkilega Verkamannaflokkurinn þegar komst í vald að það verður breytingar. Það verða breytingar og núna verða fullorðna fólki við völd. Það verður ekki meiri neitt sandkassaleikur eftir. Og fyrir fólk og það bara mál manna í Bretlandi, það að þetta bara meira af því sama. Og það ekki bara tengt þessu máli, þetta búin að vera byggjast upp smátt og smátt, frekar hratt vegna þess að Starmer bara búin að vera við völd innan við 2 ár sem forsætisráðherra. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt, vel innan við 2 ár. Og í kjölfarið á miklum forsætisráðherra skiptum í Íhaldsflokksins að Boris Johnson var nú ekki lengi, en eftir að hann hrökklaðist frá út af hneykslismálum að þá sátu 3 forsætisráðherrar Íhaldsflokksins áður en að Keir Starmer tók við. Þannig að núna menn sjá fyrir sér að þessi hringekja forsætisráðherranna gæti vel farið að halda áfram. Ef ég gera spámaður að þá gæti verið að hann myndi hökta fram að sveitarstjórnarkosningum, en mér finnst ólíklegt að hann myndi vera lengur. Ef eitthvað að það gæti hann hangið lengur í embætti vegna þess að þeir sem vilja taka við ekki tilbúnir. Þetta gerðist svo hratt þessar birtingar, það bara stutt síðan að þetta 9 birtingarnar á Epstein skjölunum komið fram. Og þá sá menn myndir og svarta hvítu tölvu á samskipti Mandelson við Epstein sem voru umfangsmikil og myndir af honum, hjálpa honum ekki, myndir af honum á nærbuksunum á heimili Epstein í Bandaríkjunum. Og þannig að þetta var svona, þetta tróð þessu alveg framan í menn, þó að þetta hafi við mörguleyti verið vita fyrirfram. Þannig að ég held að Starmer dead man walking, sem hann sletti hans ensku. Hann í raun og veru lifandi lík og spurning hvenær
frekar en hvort hann segi af sér. Ég vísaði áðan til þess að bresk stjórnmál það er mikið af skandalum þar í sögunni og ég meina þau eru vanari að fást við svona skandala heldur við. Þegar ég er að horfa á þetta hérna frá Reykjavík að þá finnst mér svolítið undarlegt að Morgan McSweeney segir af sér sem hefur þá ráðlagt líklega Starmer að segja við hann bless að við komumst alveg upp með það að ráða Mandelson. Mandelson, en sko en hérna, það sem ég er að velta mér stenst það eiginlega því að það er náttúrulega ekki Starmer sem tekur ákvörðun endanlega. Ég meina ekki getur sá sem að tekur ákvörðun og ber ábyrgðina látið sko þann sem að ráðlaða honum fara. Sá sem að, ég meina, ráður og alltaf til dælu ókeypis og billeg, það sá sem að með valdið sem að ber ábyrgðina. Ég skil ekki alveg hvernig hægt að láta aðstofmann fara en ekki ráðarann. Þetta mjög athyglisvert. Ég var að hlusta á viðtal við það fekkst nú engin ráðherra í spjalli, það var Jacqueline Smith sem gamall ráðherra Verkamannaflokksins og núna í lágvarðadeildinni og er með einhvern ráðherra post, þó sé ekki í aðalráðuneytinu, hún undir ráðherra, að hún var spurð aftur og aftur á fréttamanni BBC, sko, ekki nákvæmlega þessara sömu spurningar. Það er Starmer sem tók ákvörðun og það er hans, að hann hefur ekki verið, að Sweeney getur ekki hafa verið svo eini sem hefur verið að ráðleggja honum. Hann ljóti einhverjur að hafa ráðleggja honum að þetta það voru hellingur af fólki út í bæ allavega og þar á meðal innan Verkamannaflokksins, flestir bendlaðir við vinstrivængir sem hafa fyrirlitið og hatað Mandelson út af lífinu í áratugi, þannig að það var kannski verið afgreitt þess vegna. En ákvörðun var auðvitað tekin af Starmer og þú minnist á þetta með hneykslismálin. Það má gefa Bretum kredit fyrir eitt, það að venjulega valda hneykslismál, allavega það sem talið alvarleg hneykslismál, á endanum þá leiðaði til þess að ráðamenn eða ráðherrar eða pólitíkus sem verða að víkja. Boris Johnson meðal annars, honum var ýtt út meðal annars fyrir hluta til, meðal annars fyrir ákvarðanir og hegðun sem hann gerði í COVID-faraldrinum, en það kom aðeins seinna. Þannig að þetta stundum gerist ekki alveg hratt. Þannig að hneykslismál eru tekin alvarlega bæði af breskum almenningi og ekki síst af breska stjórnkerfinu sem að lítur svolítið svona stórt á sig og vill ekkert, má ekki vamsinn vita, þó að það séu nú örugglega einhverjir svona, það er örugglega eitthvað óhreint undir mörgu teppinu þar, að þá allavega virðist þetta leiðast til og það var athyglisvert að í öðrum fréttaþætti í Bretlandi þá heyrði ég það að það var svona bera saman allavega Bandaríkin í dag og Bretland það að ef að Keir Starmer hefði birt þetta vídeó af Obama hjónunum sem apakjáttum eða apa, að það eitt hefði þýtt það að Starmer hefði verið komin úr embætti innan hálftíma í Bretlandi og það er líklega rétt. Þannig að það er ákveðin pressa innan kerfisins og endanum að menn geta komist af með svona minniháttar hneyksli sem teljast minniháttar eða pólitísk afglöp, frekar pólitísk afglöp, en þetta talið að það stórri stærðargráðu, sérstaklega því Epstein-málin tengja anga sín út allan heim og það fólk út allan heim, stjórnmálamenn, áhrifamenn, ólígarkar, milljarðamæringar sem voru mjög nátengt Epstein. Þannig að þetta of stórt mál til þess að lifið af allavega til lengdar.
Já, og svo eftir að koma náttúrulega kannanir, það hljóta allir að vera að kanna þetta út og suður verkamannaflokkurinn hvort að það sé þorandi að fara með Keir Starmer í gegnum sveitarstjórnarkosningarnar í maí, hvort að það sé snjallar að skipta út áður en að því kemur og svo að sjá eins og þú nefndir með Nigel Farage sem að fagnaði ráðningu Mandelson á sínum tíma en þykir ábyggilega að vera hneykslaður í dag og þar undir götun hafa þetta komið í ljós svona hvernig þetta leggst inn í almenning og að sömuleyti eru ákvarðanir það hvernig brugðist við hneykslinu. Það hvort það sé, það eiginlega almenningur sem að gefur tónin eins og með Boris Johnson að tala hvað það gekk tók langan tíma fyrir hann að hrökklast úr embætti en á endanum var það að það var mat Íhaldsflokksins að hann væri bara meiri byrði að hafa hann inni heldur en að losa sig við hann og taka lagari kost því að þeir höfðu það var Boris Johnson sem vann kosningarnar og þeir höfðu engan sem að gat unnið kosningar en þeir tóku þá samt þá áhættu að henda Boris Johnson og taka eitthvað sem að gæti mögulega unnið kosningar. Nákvæmlega og ég held að þetta og svo eitt sem ég átti eftir að minnast á var það að það að koma núna eftir 2 vikur eru aukakosningar í svona mjög tryggu kjördæmi verkamannaflokksins í Manchester svæðinu. Og það svona forsaga af því líka það Andy Burnham sem svona líklega skást liðin eða best liðin af framámönnum í verkamannaflokksins sem borgarstjóri í stórborg Greater Manchester eða þessi Manchester stórborgarsvæðisins og mjög vel liðin. Bæði innanflokks og utan að hann ætlaði sér að fara í framboð vegna þess að hann ekki á þingi sem borgarstjóri en til þess að vera kosin formaður verkamannaflokksins þá þarf það að vera á þingi og hann ætlaði að bjóða sig fram í þessu kjördæmi og en Keir Starmer stoppaði líklega vitandi vits að það myndi hitna stórlega undan honum. Hann vel liðinn bæði af vinstri og svona miðjumönnum innan flokksins, síður kannski hægri mönnum. Hann telst til vinstri, töluvert til vinstri við Starmer að sjálfsögðu, en svona ekki samt hluti af þessu svona vinstri kjarna sem var kringum Corbyn á sínum tíma. Þó hann hefði aldrei, eftir hann gerðist borgarstjóri Manchester, að þá átti hann ágætari samvinnu við Corbyn. Þegar að koma að því. Þannig að hann var stoppaður í þessu og flokkurinn í London getur beitt neitunarvaldi á hver valinn frambjóðandi út í kjördæmunum. Og þetta það sem flokkurinn notaði til að stoppa Andy Burnham frá að bjóða sig fram. Núna virðist þetta vera að koma í baki á þeim vegna þess að meðal annars gerir þetta verkum að ef að Starmer hrökklast frá að þá getur Burnham ekki kasta hattinum sínum inn í hringinn núna. Það allavega að gerast mjög hratt að það einhverja þingmaður að segja af sér vegna þess að þetta einmenningskjördæmi hér það þegar þingmaður segir af sér að það verður endurkjósa og það engin varaþingmaður sem tekur við. Þannig að það eru aukakosningar reglulega þegar þingmenn segja af sér vegna veikinda eða bara deyja í embætti að þá að koma reglulega aukakosningar hérna í Bretlandi. Það eru oft mælikvarði á pólitísku stöðuna utan svona aðalkosningan. Þannig að þessar kosningar eftir að skipta mjög miklu máli vegna þess, ég tel til dæmis að Andy Burnham hefði ekki átti minnstu vandræðum að vinna þetta kjördæmi fyrir verkamannaflokki. En eins og staðan í dag, að þá þetta svona talið þetta sé 3 hesta barátta á milli verkamannaflokksins sem á að eiga þetta kjördæmi, eins og flest kjördæmi á Manchester svæðinu. Græningjar sem eru að rjúka upp og ekki bara á landsvísu en sérstaklega í þessu kjördæmi og Reform. Þannig að, og í svona 3-way contest, þetta klárlega vinstri sinna kjördæmi og ég held að Reform hefði enga möguleika að vinna þetta ef að þeir væri gegn einum vinstri manni sem skipti máli. En af því að það eru bæði græningjar og verkamannaflokkur, þá gætu þeir hugsanlega unnið þetta. Og ef verkamannaflokkurinn tapar þessu kjördæmi þá erfitt fyrir Starmer að halda áfram, allavega miklu lengur. Herðu, við látum þetta gott heita af
hitanum í pólitíkinni í Bretlandi sem oft mikill og gaman að alltaf fá þig hingað Guðmundur Auðunsson til þess að leiða okkur í gegnum rángala breska stjórnmála. Kærar þakkir. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir. Já, þetta eru þá lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa komið hingað á Zoomi eða í holdinu hérna að Rauða borðinu, Sigurjóni Magnúsi og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda. Það er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að telja samstöðu sem mikilvæg í íslensku samfélagi, sem mikilvæg fyrir lýðræðið og umræðuna í samfélaginu og hafa lagt til áskriftargjald svo að við getum haldið samstöðun úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástöndur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftinn, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er mynd Alþýðufélagið sem á að reka samstöðuna. Hugmyndin er svo að okkur takir það byggja hér upp öflugan umræðuvettvang og kannski fréttavettvang og fjölmiðil í framhaldinu sem er í eigu ykkar. Sjáum til með það. En ég ætla að segja góða nótt núna og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld á Rauða borðinu klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.